sé bara eitthvað Test. Góða kvöldið, dömur og herrar, afsakið, þetta var smá tæknilegir örðugleikar hjá okkur hérna í Fylkishöllinni, en leikurinn er kominn af stað, það er 11:14 og nú ætlum við að byrja hérna Páll Nóel setja hann niður. Helvítis Nóelinn. Max hérna með boltan, tekur langan þrist, setur hann. Max ætlar alls ekki að tapa þessum leik, hann er búinn að segja mér þetta í margar vikur. Hann er búinn að vera, það var hringur utan þennan á kalendarinu. Hérna ætlar að laga skóklíkuna og Símon Tómasson kemur inn á fyrir Jason. þeir eru eitthvað að kenna gæjanum á skóklíku hvernig hún virkar, en hann er ekki alveg með á hreinu held ég. Ekki fyrsta skipti í leiknum sem við erum búin að stoppa út á skóklíkunu, það er ennþá bara fyrsta leiktíð. Þeir eru ennþá að útskýra reglurnar. Taka hérna skóklíkan niður í 19. Akureyri, hvað gera þeir hérna? Senda á Kanan og hann setur hann. Hann sem heitir Kristján, og tvíburi klikkar þristinum. Sækja Þórsarar. Finnur spilar hörku vörn.
Kemst fram á flott skot og klikkar. Tvíburi sendur á Finn. Og Finnur kemst auðveldlega fram í manninn og sendur á Tóta. Herri, og það blokk í Veggi. Þetta var skemmtilegt. Og Þórsarar eiga hér boltann. Tóti var flottur að ná uppkastinn á hann. Smári kemur inn á fyrir hann Eirík. Og Páll Nóel fer út af fyrir númer 19 sem mér sýnist heita Finnbogi. Smári tekur boltann völlinn. Aftur Smári. Það opið skot. Búinn að setja 1. Herðu, og dómarinn var ekki eins og að horfa á þetta. Þarna var dómarinn svolítið bara alltaf öskrið. Heyrðu öskur ákvað að dæma. Þetta nú gríðarlega mikilvægur leikur í kvöld. Fylkismenn þurfa að vinna til að halda sér inn í deildinni. Ef þeir tapa hér í kvöld þá eru fallir, en þeir þurfa að vinna leikinn í kvöld og þar næsta. Við þurfum helst að vinna með 11 stigum til að eiga innbyrðis á Þórsara. Og midrange, þetta líkar okkur að sjá. Meiri svona midrange. Og Finnur tekur skotið. Klúrar þessu, mest í Tóti, duglegur. Klúrar. Tóti var erfitt að klára yfir Francisco, Spánverjan. Hérna þar. Aftur, þristur frá honum Axel. Þriðji þristurinn frá honum. Og Fylkismenn taka leikhlé. Axel kom með 3 þrista, gríðarlega sterk innkoma hjá honum. Hérna kemur Veigar út af. Hver kemur inn á? Það tvíburi fyrir tvíbura. Tæknileg skipting hjá honum Víking. Já, svo sannarlega. Hér talar Víksi við sína menn. Hann sleipur í enskunni. Það var margir sagt mér að Víksi var 10 sinnum betri þjálfari leið hann byrjaði að tala ensku. Hvað finnst þér það, Magnús? Ég held að sé eitthvað til í þessu. Hann svo sannfærandi í enskunni, hann Víksi, hann var svo flott í þá, sko. Koma Fylkismenn, byrjum með boltann. Símon ætlar að taka boltann upp, Smára dekkan. Það gefur hann bara Finn. Við höfum þetta öruggt, segir Símon. Max boltann stígur út af. Það erfitt að sjá línunar hérna á dúknum góða. Og Max líka litblindur sem hjálpar ekki. Finnbogi á Kristján, klikkar þessu, Þórsmenn á frákastinu og skemmtileg sending. Ég veit ekki hvernig hann var að senda á, myndatökumaðurinn var held í næst þessari sendingu. Axel sá einhvern draug þarna undir körfunni. Finnur vill skjóta, hann hemur sig. Max. Ekki þetta góð byrjun en eftir leikliði hjá Fylkismönnum, sérstaklega sóknarhelmingnum. Nú Andri Már kominn inn á hjá Þórsurum.
Kristján setur galopinn þrist og Víks er ekki sáttur með Þórarin að gefa hann svona opið skot. Hönd niðri, maður niðri. Og Max hittir djúpa þrist með mann í andlitinu. Hérna ætlar hann enn eina ferðina að fara að laga skokklukuna. Þá eru tvíburaturnarnir báðir inn á. 9 og 11. 9 og 11. Aftur var verið að útskýra eitthvað reglur fyrir skóklukuverinum. Dómarinn er ekki alveg nógu sáttur með hann hérna í fyrsta leikluta. Smári kemst auðveldlega framhjá, hann klikkar, enda bara hann er bara að skora 4 stig í leik. Hann er að spara þau. Max, eins og ég sagði, hann er ákveðinn, hann vill ekki tapa þessum leik. Símon í opinn þrist, klikkar. Og tvíburinn er ekkert að fylgjast með, maður verður að sjá boltan. En vel gert hjá Símoni að ná þessum bolta. Og geggjuð sending! Læsileg spil hérna. Hann lét bara út eins og Patrick Mahomes þarna. Og Max nú þekkir þessa sendingu vel komandi frá Bandaríkjunum. Herðu kloppi á sinn eigin mann. Dæmi villu, handcheck. Hérna kemur Kalli inn á. Kalli hittir nokkra þósara á skemmtun í gær. Við sjáum til hvernig hann og þessir menn sem voru á skemmtuninni standa sig henni í dag. Kalli auðvitað vensla frá Val. Það gengur nú ekkert betur þar þessa dagana. Tæp er að fara aftur fyrir miðju hérna. Það var Smári cheap shot vill á hann. Þeir eru svolítið að beila hann út hérna, fylgismenn. Það er ekki líklegt að Smári sé að fara að skora þessu. Enda bara að skora 4 stig í leik. Mjög góð vítaskipta samt. Já, hann er setur fyrra vítið. Segur á línunni, sko. Það tekur enginn á honum. Duglegur að berjast líka. Þá er það Kalli. Max keyrir á körfuna og sér Símon opinn í horninu, hann tekur það aftur. Sama niðurstaða. Það er ekki mikil orka í fylgismennu núna, svolítið svona, svolítið daufir bara. Þeir dæma vill á þetta. Tvíburarnir eru báðir ósáttir. Heyri tvíburarna vera að segja flop. Þeir eru ekki sáttir með hvernig dómarinn er að dæma þennan leik. Kristján á línunni. Hann hittir. Núna fara sumir bara að kalla eftir Óla Birgi á bekknum. Já, Víkingur er með nokkur leynivopn á bekknum. Meðal annars Ólafur Birgir. Og ég var líka hérna að hugsa á hann. Fylkismenn tapa þessum leik, Maggi, þá erum við svolítið komnir í nýtt hlutverk í næsta leik. 8. og 9. maður. Það er alltaf sumir sem segir það, en það er bara Víksi ákveður það. Kalli hérna, kemst á línuna. Og hittir. Og það mátti sko heyra saumnál detta þegar hann tekur vítið. Það er alltaf enginn að trufla Kalla. Hlusta á þetta. Grafar þögn í húsinu. Hann setur auðvitað bæði vítin.
Símon vill brjóta, en liðsfélagar hans banna honum það. Vel klárað hjá Hákoni. Þetta er búið að halda sig svona cirka 10 stigunum hérna núna svolítið lengi. Sjáum hvað... Já, Tvíburinn klárar þetta. Tvíburarnir hafa verið mjög góðir í vetur fyrir Fylki. Smári ætlar að finna á mannapóstinu, nei, senda hann yfir. Hákon klárar þetta vel. Fylkismenn 10 sekúndur en alltaf klára leiklutan vel. Kalle ætlar að taka skotið. Setur það. Fylkismenn labba glaðir inn í leikhlé. Komið sér niður í 8 stig. En já, Maggi, hvernig líst þér á að við tökum næsta leik ef Fylkismenn tapa þessum? Já, næsti leikur er á móti Breiðablik. Breiðablik, já. Við getum nú alveg tekið þá. Já. Þessi Sölvi, ég get lokkað honum upp, ég tek hann. Þú tekur Kanan. Víkingur verður að ákveða þetta. Já, þetta er það sem fólki vill sjá. Fólki hefur verið svolítið að kalla eftir þessu, já. Sérstaklega fólki hérna í Árbænum, það er svona alltaf innan fólk og vill fá innan menn á gólfið. Fylkismenn taka stuttar ræðu. Stutt og gott. Það er hvernig ég vill hafa þetta. Tóti kemur aftur inn á. Tvíburinn er bara með eina villu, segir hann. Það eru 6 leikmenn innan Fylki núna. Það er eitthvað að leysa þetta. Þeir eru að reyna að segja að einn tvíburinn, að þeir rugluðu þess að tvíburinn með villunar. Það eru að setja á vitlausan tvíbura. Og þeir laga þetta, hann er bara með eina villu, eða hvað? Má ég nú sjá hvað segir live-statið. Það segir bara ein villa, það segir 2. Þá er þetta nú líklegast rétt. Þeir eru líkir í útliti, en allt öðruvísi í persónuleika. Þeir dæma hvað dæma er. Engin veit. Dómarinn er að fara yfir skýrsluna með David Patchell. Já, það er ekki... 3. dómarinn ekki tilbúinn. Þeir bíða. Rétt skal vera rétt. Patchell með þessa ensku skrift, svolítið, stundum erfitt að lesa hana. Já. Hann hefur þessa kunnáttu á skýrsluna sem ekki margir búa yfir. What? Hvað er það að segja? Já, ok. Það er bara flott. Ég er ósammála. Andri Medina kominn í stúkuna. Þetta er stórt fyrir Fylkismenn. Já, komið af stað. Þórsmenn byrja í svæði og það er galopn þrýstu fyrir Max. Hvað eru Þórsmenn að gera? Vita er ekki að Max er best að skipta hann í deildinni. Hendi í svæði og gefa honum galopn þrýst. Hákon með boltan, 10 sekúndur eftir skóklíku. Eiríkur með hann, búinn að setja nokkra. Kristján. Flott vörn hjá Fylkismönnum en þeir ná ekki að klára vörnina, þeir þurfa að ná þessum frákvistum. Þeir
halda áfram svæðisvörninni. Max var annan opinn þrist. Setur hann ekki Tóti nær frákastinu. Kall ætlar að dræfa á svæðið. Og Karvan góð! Svona gera þær þetta í Árbænum. Tvíburinn og Símon tala hérna saman á miðjunni og meðan Kalli tekur vítið, þeir eru eitthvað að ræða málin. Kalli kemur sér niður í 4 stig. Við erum með hörkuleik hérna í höndunum. Finnur öskrar á hliðarlínunni, let's get a stop. Hann þarf ég bara að vera sammála á honum, let's get a stop. Eiríkur, Tóti, blokkar Deil ofan í. Vel klárað Eiríki. Mögnuð sjón. Þórsmenn halda áfram í svæðinu, Símon fær opinn þrist, klúðrar. Eiríkur, Finnur Kristján á póstinu, hann tekur midrange. Fylkismenn elska þegar hitliðið tekur midrange. Kalli skýtur af en Símon nær frákastinu. Finnur Tóta. Tóti klúðrar. Það er ekki að klára þetta. Það er Karvan góð! Svo. Getur komið sér í 3 stig, hann Tóti. Og það er time out Þórsarar. Ekki 34. Nei. Það er létt yfir Fylkismönnum hérna í leikliðinu. Hér get ég sé fyrirliða Fylkis á skjánum. Við höfum þessa mynd og ég er með hana hengd uppi heima á mér og sem horfi á hana og við biðjum saman. Við höfum ekki fengið að sjá hann snerta gólfið hérna í kvöld en það hlýtur að koma að því. Já. Fylkismenn að með aðeins minni róteringu en oftast. Þetta er bara 8 leikmenn búin að spila. Það hafa oft verið 10, 11, jafnvel 12 stundum að fá að spila á öllum tímum leiksins. En bara 8 búin að snerta gólfið, 2 bara með 3 mínútur. Tóti klúðrar og fer of snemma inn í. Herra, hér rennur sekúnda af klukkunni, það á ekki að gerast. Max í vörn. Jason er dekkan. Á Eirík. Eirík er búinn að vera sterkur. Út í hornið. Smári geggjum vörn hjá Kalla og þetta eru Þórsmenn. Þetta eru Fylkismenn. Smári mótmælir þessu en ég held að allir aðrir í höllinni sáu að þetta var bara geggjum vörn hjá honum Kalla. Þórsarar hættir í svæðisvörninni. Þetta var ekki alveg að virka. Tvíburi. Drævar standa rosalega margir í teiknum en hann tekur frábært skref. Stekkjast eða leikur. Þetta kunna tvíburarnir svo vel. Það er svolítið þetta eða Bump Euro. Það er pókinn þeirra. Og frábær vörn hjá Fylkismönnum. Tóti. Sér Jason. Og vel klárað hjá Jason. Jafnar þetta. 38-38. Allt annað sjá Fylkismenn en í öðrum leiknum þetta. Og það ekki ætlar að fara af höllinni. Allavega á tölvuskjánum okkar. Það er Maggi. Smári með boltann.
Hann er ekkert mikið í að skjóta, hann er ekkert rosalega góður og fær olnbogaskot frá sínum eigin leikmanni. Max er bara alla leið og það er engin vörn. Það er bara engin að spila vörn, hann labbar bara upp að körfunni. Það verið skangaði verð þegar útlendingarnir eru út af hjá Þór. Það er skarplega á þetta og þessir íslensku voru náttúrulega kannski skemmta sér í gær. Eiríkur með boltan, tekur stepback þrist og rétt svo úr. Litli krakkar í stúkunni öskra keyra á fylkismennina. Er þetta Carvajal? Þetta er Carvajal! Herðu, Maggi, núna er ég hissa. 2 útlendingar að koma inn á. Hver gat séð þetta að koma? Ekki ég. Nei. Nú, Fylkir náðu 10-0 rönni núna. Þegar þeir voru á bekknum. Já. Hann tók mér þess að leikli á þessu rönni og samt engin skipting. Tvíburi á línunni. Hann klúraði en Tóti nær frákastinu. Og Max er með galopinn þrist. Nei, og hann Nálægt því að vera 5 stiga sókn hérna hjá Fylkismönnum. skoppar tvisvar á hringnum og svo upp úr. Kristján dræfar Tóta. Tóti þarf að halda honum fyrir fram að segja, ekki bara reyna að slá boltann í burti. Það var Kalli. Nær ekki að klára þetta. Og hver á hennan bolta? Það eru Fylkismenn. Eiga boltan. Tóti biður hennar skiptingu og kemur Finnur Tómasson. Og tvíburi inn fyrir Kalla. 9:11 innan núna. Fylkismenn hafa verið að keyra svolítið á tvíburi í einu í vetur en núna verið planið vera breytt. Týr hérna að dekka Finn, þeir kepptust oft í yngri flokkum. Finnur veit að hann getur skorað á hann og fer bara á hann. Gert þetta 100 sinnum. Það var Eiríkur fyrir Þórsara. Keyrir hérna körfuna. Hann klikkar og Finnur tekur frákastið. En Þórsara stela boltanum. Og hann kloppar sinn eigin liðsfélaga. Þetta er með villu. Villa á tvíburan. Fyrir hvað veit ég ekki. Heldur hverjum, ég veit það ekki. Tvíburarnir kom með 2 villur, mikið af 2. Páll Nóel tekur mjög varið skot. Max setur Þá klárar þetta. Max þetta. Fylkismenn komnir 6 stigum yfir. Fylkismenn eru bara mjög góðir að breyta vörn í sóknina. Keyra á Þórsarana, eru hægir tilbaka. Kristján vill fá boltann á, Finnur að dekka hann, Týr fær opið skot. Hann setur það. Hann má ekki gefa honum opið skot. Ef þú gefur honum opið skot, þá tekur hann það. Við Fylkismenn erum með nokkra svoleiðis. Nú er þetta tvívilla. Tvívilla, skemmtilegur dómur. Villa Max og Páll Nóel. Tvívilla. Í sókninni á undan. Það var gaman að sjá hvernig Finnur lét Tí dansa hérna áðan. Já. Fólki í stúkunni byrjaði að öskra þjálfarinn Þórs. Það er hiti í húsinu. Finnur alltaf bara að fara á Týr aftur. Hann klikkar layupinni. Hann er ósáttur með þetta. En ég get ekki hugsað mér að Týr sé svona mikið inn á en alltaf bara leiða að finna að labba fram í sig, trekk.
Jason spilaði hann geggjað vörn. Mikil orka í honum. Eiríkur tekur erfitt skot og það er loftbolti. Nei. Max þetta bara á Pál. Nóel og Karan góð. Sæki villuna. Páll Nóel er hægur á fótunum. Ég er með mikla reynslu á því. Mjög mikla. Tóti kemur inn á fyrir Tvíbara. Gærkvöldi situr greinilega eitthvað í honum Páli. Úff. Og kílóinn. Max inn á vítalínunni. Hann setur þetta. Klárar þetta play. Maxel með boltan. Á 10. Inn á Eirík á póstinu. Hann hittir í hliðina á spjaldinu. Herðu, nei, næstu í flott Holly Hú, en hann klúður hann tekur frákast ef þetta dæma villu. Og leikmaður nr. 11, hann er komið 3 villur. Ég hefði nú verið ósamlega þessum dæmi, mér finnst allir bara vera alveg beint upp með hendunar. Veigar komið 3 villur. Kristján á línunni, komið 14 stig nú þegar. Bætir þessu komin í 15. Hann er svolítið að halda þessu upp í að Þórsurum núna. Þeir eru ekki bara framlöf frá mörgum öðrum. Eiríkur var flottur. Fyrir Fylkismenn hefur þetta verið Max svolítið að bera sóknarleikin uppi. Hann er komið 23 stig af 49 stigum. Og Max tekur hann alveg með Finnur meinti ég. Vá! Kristján týndi smá sósunni þarna. Hann var svo... Herðu, stór Spánverjar taka þrist. Hann klikkar. Francisco. Þeir Finnur vill skjóta. Þeir ætla að gefa honum galopinn þrist. Og hann setur hann! Fylkir eru komin 9 stigum yfir. Og það er annað leikhlé. Og þjálfari Þórsara er brálarinn út í riddaraborðið. Hann ætti nú kannski frekar bara að vera brjálaður út í sína leikmenn. Já, því að vörn þeirra er ekki búin að vera til fyrirmyndar hér. Fylkismenn, trekk. Þeir að fá bara opna þrista, open layup. Hann er búinn að biðjast afsökunar á þessu. Sá að sér. Það er nú fyrir öllu. Þröstur Leó. Já, þjálfarinn. Þetta er Þröstur Leó Jóhannsson. Og hann blótar á leikmenn sína. Þetta er nokkur í árbænum fyrst ekki fallegt. Notar hérna F-orðið. Hann er að tala við menn sína hvað þeir eru að spila lélega vörn. Óskar eftir smá standardina. Þetta er ekki búið að vera nóg gott. Opin skot, opin layup. Hann beist aftur afsökunar. Þjálfari Þórs. En það byrja Þórsmenn með boltan. Sjáum hvað þetta leikli gerði fyrir þá. Það gerði ekki mikið áðan. En núna er allan með 2 útlendinga inn á. Kristján vill fá hann í póstinu. Þeir á Tvíburan. Gal opinn í horninu hann Týr. Hann klikkar. Tóti finnur Finn. Finnur hleypur inn að hringi í kringu varnarmenn Þórs. Jason. Það er Finn.
Næstu því á Max en gekk ekki upp. Týr er að skjóta hérna 31% þriggjarstöðunni sem þýðir að næsti þristur líka af. Því ég segi let him shoot. Prósentan lagar sig alltaf. Huggulegt hérna hjá Eiríki sem setur sniðskotið. Þá er það Max. Nær einhvern veginn að koma boltanum til Jassons. Jasson er svolítið að taka upp boltan í erfiðum stöðum. Finnur tekur opinn þrist. Það er loftbolti. Leikliðið virðist hafa gert eitthvað fyrir Þórsara núna. Góð vörn hérna á Þórsaranum. Forsa Fylki í erfið skot. Núna þurfa Fylkismenn að fá eitt gott stopp. Kristján opinn þristur. Setur hann. Kemur sér niður í 4 stig. Margir segja að körfubolti er leikur af hlaupum eða áhlaupum. Þórsarar eru heldur betur á einu núna. Ná loksins að stoppa áhlaupi á Fylki. Var það ekki Ágúst Björgvinsson sem fann upp á því? Jú, ég held það. Allavega með þeim fyrstu. Betur þarna sem Gústi B. Max á línunni. Árandur í stúkunni öskra. Ég held að sé bara best verið að spara öskrun sín því hann er alltaf að fara að setja þetta. Spara röddina, vinnu helgi, vinnu hennar vika framundan og svona. Ég mæli með fyrir áhugasama að fara inn á Instagram og leita að Cunard Classic fyrir nokkuð góð körfuboltavídeó. Hittir and one þrist. Þetta er klaufalegt hérna hjá Fylkismönnum. Axel setur þetta. 4 af 6 í þristum. Rosaleg nýting. Og hittir hérna erfiðan and one þrist. Og klárar víti líka. Komin niður í 2 stig. 25 sekúndur eftir á klukkunni. Fylkismenn taka líka langa sókn til að skilja lítinn tíma eftir á klukkunni. Max ætlar að fara á Týr. Týr er ekki búinn að vera að sýna sína björtustu hliðar hérna í vörninni. Það klikka lepinu. Þetta var svakaleg senur hérna í endan. En Fylkismenn fara með yfirhöndina inn í hálfleik með 2 stigum. Við segjum þetta gott hérna í fyrri hálfleik og heyrum í ykkur aftur og eftir.
Herri, við erum komin hérna aftur. Þórsarar byrja hennar leikinn. Vonandi voruð að horfa á fallega andlitið hjá Erik í hálfleik. Við fáum líklegast ekki að sjá hann meira hérna í kvöld inn á gólfinu. Týr byrjar á loftbolta. Frá midrange. En eitt midrangeið sem fylgismenn að lifa af Þórsarum að taka, þetta We Love It. Þetta er eins og McDonald's. I'm loving it. Fylgismenn með innkast. Bara létt á Tóta. Finnur kemur upp. Smá opið. Hann er orðinn aðeins. Tóti tekur þrist og setur hann. Tóti átti ekki alveg nógu góðan hérna fyrir hálfleik en þarf aðeins að bæta sig. Ég hef fulla trú á honum að gera það. Fylgismaðurinn mikli. Max með geggja frákast, hann kann að hoppa þessi drengur, sko. Hver segir að hvítir menn get ekki hoppað? Finnur fer easy framhjá hann, lappar framhjá Kristján. Gerir þetta glæsilega. Og komin hérna með 11 stig. Týr, aftur með boltan. Hann svona treður þessu leiðarpi. Svífuri á Max. Max bara, þetta byrjar smá bara eins og fyrri hálfleikurinn var á köflum. Að fylgismenn eru bara að lappa fram með Þórsurum. Max klárar þetta glæsilega. Hann er komið með 27 stig þessi drengur. Hann er með 25,9 meðaltali hann er strax komin yfir það. Og Francisco með þristinn. Max hérna er að sækja sér frákast. Alvöru baráttu hundur í honum, hann getur meira en bara að skora. Klaufalegt hérna hjá tvíburunum. Finnur tekur á sig villuna, flott villa. Þeir eiga erfitt með að ráða við Kristján undir körfunni. Hún brjóta ofta á honum. Enda alvöru stykki. Það er svona það sem fylgismenn hafa átt mjög erfitt með á þessu tímabili, það eru stórir menn. Þeir reyndu auðvitað að sækja Babatunde en launakröfurnar voru of háar. Það voru allt of háar. Kristján klikkar inn og setna Francisco nær frákastinu. Og Kristján klárar inn að 3 stiga sókn. Kallaði hennar Kerfi, Jason ætlar að koma upp. Yfir og Finn. Finnur aftur bara með þægilega leiða. Sniðskotin hjá Finni eru búin að vera rosalega auðveld, hann bara labba framhjá þeim og það er enginn sem kemur í hjálpina á hringnum. Fótur dæmdur inn á Finn. Mér finnst það áhugavert út af að Finnur var ekki að reyna þetta. Fer bara í fótinn á honum, en ok. Þeir ætla að setja strax á Kristján á póstinu. Hann klúðrar. Svakaleg barátta inn undir hringnum. Yfir á Axel, hann setur hann. 50 þristurinn hjá honum í dag. Hann er með 5 hann hefur aldrei hitt meira en 5 á þessu tímabili. Það væri... Ætli hann sé ekki bara búinn með kvótann í dag? Við fylgismenn allan að vonum það. Jason út í horninu. Klikkar. 3 stiga leikur, það er rúmar 6 mínútur eftir að 3. Týr kemur aftur. Týr er svo sveigur í þessu. Í akkúrat þessu, já. Það er hörð vörnur að spila í þessum leikinn og ég fíla að dómarinn sé að leyfa sig að gerast. Ég er alltaf
áhugamæður að let them play. Tóti með sterka körfu. Glæsilega gert hjá honum. Fíblar hérna Kristján. Og það er 6-7. Tóti er einmitt að komast í gangi en nú eru 3 komnir í tveggjastæðatöluna hérna hjá fylkismönnum. Það er það sem við viljum sjá. Axel ætti að halda sig við þristana. Þetta er ekki hans leikur. Nei, það eru hjartanlega sammálaðir. Týr að dekka, Max tekur erfitt tveggjastæðaskot og kemur upp í 69. Nice. Wow, þetta var, hann fer smá í hausinn á honum, já. Tóti viðurkennir að hann fer í boltan en smá hendunni fer í hausinn. Hvað er smá haus milli vina? En hérna, ef ég var alveg hreinskilinn þá hérna lítur Francisco út að vera smá meiddur eitthvað. Fer hérna út af, eitthvað svona smá vangaður. Samt held ég ekki mikið. Andri kemur hérna inn í hans stað. Þeir hafa verið að deila með sér mínútunum. Já, spurning hvor er sigari. Hérna íslensku leikmenn leikmenn Þórsara held ég eiga flestir bara að halda sér fyrir utan teiginn. Þeir eru ekki að gera mikið þegar þeir komast þarna inn í teiginn. Ættu bara að halda sér fyrir utan og skjóta þristan. Þeir eru flottir í því. Eins og við sjáum kannski hérna. Ja, klikkar. Og hvað? Já. Fylkismenn enda með boltan. Frábær sending og flott. Þetta var góð villa. Tvíburarnir eru svo segir í þessum sendingum. Einmitt þessum sendingum. Þeir hafa æft þetta svo vel. Já. David Paschel hefur kennt þeim allt sem hann kann og gott ef ekki meira. Ok, skrítið þarna. Býstu. Þetta var furðulegt. Hann fær að taka skotið aftur. Út af að dómarinn var búinn að flauta, það er rétt. Hann klikkar aftur. Þetta fór í hausinn á honum, sýnist mér. Já, þetta var svolítið óþægilegt, þannig að dómarinn flautaði og... En hann setur seinasta. Símon fær að koma inn á fyrir Jason. Símon með 0 stig í dag. Hann ætlar að breyta því. Hann þarf að gera betur. Ef ég veit eitt, þá veit ég að fara hans Ólan þannig upp. Nei, Tóti að hoppa hérna. Axel fer í þristinn, setur hann ekki. Nei, hérna kvótinn er svolítið, hann er að sýna sig núna. Bara Smári í alls konar vesinni. Andri setur hann. Þetta kann Andri. Hann er ekki með fallegasta skotið en það er árangursríkt. Það er það sem skiptir máli. Finnur ætlar að fara á Smára, setur þrist og hann setur hann! Smári er ekki búinn að skila sínu henni í dag. Hann þarf klárlega að gera betur. Hann fær hérna boltan. Sjáum hvað hann gerir nú. Finnur er komið með 16 stig fyrir fylkismenn. Verið mjög flottur í kvöld. En aftur alltaf íslensku leikmenn Þórsara ekki standa sig nógu vel inn í teignum. Finnur leikur sig hérna að varnarmönnum Þórsara og sækir villu. Glæsilega gert hérna. Páll Nóel er út af hjá Þórsunum, hann með 4 villur. Hann þarf að passa sig, hann er búinn að vera svolítið setjandi veitur með 40% tryggastendingu. En Finnur hérna á línunni, setur hann.
Leik Pétur númer 33 fyrir Þórsara kom inn á henni við skipti. Skemmtilegt að sjá hvað hann getur gert. Jæja, kalla fólk úr stúkunni. Þeir eru ekki nógu sáttir með skóklökuvörðin, hann enn og aftur hérna að vera að leiðrétta hann. Spurning hvort það þarf skiptingu. Það geta allir gert mistök, hvort sem það eru leikmenn, dómarar eða á ritaraborðinu. Já, þá gott að stundum að hafa skiptumenn. Smári með boltan. Situr á Pétur, fyrst skipta snelta boltan. Kristján, alltof opinn þristur. Þetta alltof opið. Þetta var bara þægilegt. Finnur hér með boltan á Smára, hann ætlar að fara á hann. Og hann setur hann niður Smára. Finnur kominn í 20 stigin. Og þetta búið að vera mjög þægilegt 20 stig á Finn. Fylkismenn hafa verið að treysta svolítið á stig frá Max og Finn hérna í kvöld. Þeir þurfa að fá framlag frá fleirum. Kristján inn á vítalinni. Francisco situr ennþá á bekknum. Sjáum hvað hann situr lengi fyrir Þórsara. Hann samt bara með 2 stig en samt gríðarlega mikilvægur í frákastabaratunni og það sést bara eins og þegar hann inn á. Þá eru Þórsarar í +8 í +- meðan þegar Andri Már inn á það eru -12. Það er aðeins munur á þeim. Þórsarar vilja klárlega hafa hann inn á. Margir menn spyrja sig af hverju Kalli ekki spila meira og ég spyr mig að því sama, Maggi. Þetta er einhver ákvörðun hjá Víkingi góða. Hans fræga 5D skák. Já. Jesú stuðulausa körfuboltans. En henni kemur Kalli inn á. Þá mér skiptingar. 5 stiga leikur hérna. Þegar 2,5 mínútur eru eftir í þriðja. Kalli með boltan, ætlar strax að fara að gera eitthvað. Finnur Max. Max opinn. Hann klikkar þessum. Það hefði kannski verið aðeins svo mikið en hefði sett hennan. Andri með boltan. Axel finnur Andra aftur sem að dettur bara hreinlega. Fellur sína eigin fætur. Og tvíburi fallega spila hjá Fylkismönnum. Þeir vilja ekki tapa þessum leik. Þessi sniðskot hjá tvíburunum alveg deadly. Það er erfitt að eiga við þau. Herðu, hvað að gera sérna? Mér er svo lítil stemming hjá Þórsurum. Ekki nógu mikið stemming á Fylkismönnum, það samt meira. Og mér finnst það sérstaklega sjást á bekknum með Þórsurum. Það fagna valla, sko. Það eru allir bara sitjandi í kósí. Svona minnir mig á þegar ég og Maggi förum í okkar sígildu skemmtanir. Max situr hérna fallegan step back mid-range. Cunard Classic. Og kemur þessi 9 stig. Fylkismenn ætla að taka 2 stiga fórustu fyrir fjórðarleikluta. Það væri risastórt. Smári með boltan, finnur Kristján. Fylkismenn fara 4 inn í teik þegar Kristján dræfar. Þeir ætla allir að loka á hann. Það að virka hérna, að láta íslensku leikmenn Þórs gera hluti. Þeir eru mun slakari en íslensku leikmenn Fylkis, eins og við sjáum hérna. Þarna talaði ég of snemma.
Smári með boltan. Kemur honum frá sér. Góð ákvörðun. Þeir eru á Pétur sem er ekkert búinn að spila, hann klikkar þessu. Ekki búinn að spila mikið. Gæti að vera út af Francisco er eitthvað vankaður að hann sé á Max. Glæsilega gert hjá Max. Það er stundum ótrúlegt að sjá hvernig hann heldur jafnvægi í þessum stöðum. Og Fylkismenn komnir í 11 stiga forskot. Herðu, Þórsara næstum búinn að dribbla hérna út af. Það er mikilvægt fyrir Fylkismenn einmitt að vinna með 11 stigum eða meira. Því Þórsarar unnu fyrir leikinn með 11 stigum. Skref! Hann setja, dómarinn ætlar að ræða þetta, hversu margar sekúndur eiga eftir, það er 1 sekúnda núna. Þeir eru að... Símon er eitthvað hérna að tala rusl við hina. Max fær hérna, skot frá miðjunni. Þetta hefur verið svakalegt. Fylkismenn með 11 stiga forystu þegar þeir labba inn í fjórleikluta. Heldur góður. Þetta er svakalega mikilvægur leikuldi. Þetta er mikilvægasti leikuldin á tímabilinu fyrir Fylkir. Ef þeir vinna hérna, þá eiga þeir séns að halda sér uppi. Og ef þeir vinna með 11 stigum þá dugar sigur á móti Breiðablik næstu helgi svo lengi sem að Þór tapar sínum leik. Þór Akureyri á Selfoss í næsta leik. Og Selfoss, þeir eru búin að vera heldur segir upp á síðustu unnu Fjölni hérna daginn og töpuðu með 13 mútið Sindra í seinasta leik en búin að vera heldur segir. Og voru komnir hérna með 3 leiki í röð. Hérna er það Fylkismenn saman. Vonum að þetta gangi hjá þeim. Finnur allar hérna að teikna fyrsta bleið. Fylkismenn ræða saman. Þetta var svona svolítið eins og þegar Golden State voru að vinna hérna, eða voru á sínu fræga 73-9 tímabili og Steve Kerr var farin að láta aðra þjálfa. Þetta var svolítið þannig moment hérna á Fylki. Nema það er akkurat öfugt að við erum ekki 73-9. Og bara það... Ok, fín villa hjá Kalla. Fínasta villa. Smári hérna með boltan. Francisco er kominn inn á. Smári finnur Kristján. Smári keyrir á þetta. Kalli nálægt til að stela boltanum. Francisco í alls konar veseni og brýtur svo Tóta. Í NBA hefði þetta verið transition take foul. Þá að Fylkismenn fengi 1 víti. Það er mismunandi skoðanir hverjir vilja hafa þetta á.
22, hann vill hafa 22 skuglulega, mjög fyrirrætt og þeir voru að dæma villu. Já, Kalli biður hérna villuna og þeir gefa hana. Pantaði þessa með Volt-appinu. Kalli ennþá hvort að hann hefði fengið villuna, mér finnst það áhugavert. Hann vildi fá skot. Símon keyrir hérna körfuna, fær villuna. Herðu, Þór Akureyri strax kom með 3 villur í einni sókn hjá fylkismönnum. Þetta gæti verið stórt fyrir Fylki að vera komin í bónusinn svona fljótt ef þetta heldur áfram svona. Svo sannarlega. Hérna getur Símon komið sér á blað. Hann gerir það. Símon hefur verið að ströggla frá vítalínunni í vetur. En við vitum öll að hann er góð skytta. Hann setur bæði. Setur hérna bæði. Mér finnst áhugaverð ákvörðun hjá Þórsarar þjálfarunum að hafa Már inn á. Hann er ekki búinn að vera góður í leiknum í kvöld. Francisco neglir hérna á Tóta en fær villuna. Hann metur þess að hann hafi verið á hreyfingu. En þó ekki vítaskot þrátt fyrir að hann hafi verið búinn að taka boltan upp. Þetta er áhugaverður dómur. Ég held að þetta var sem við kallum svona make-up call. Það var dæmdi villuna, fattaði að það var kannski smá vitlaust og ákveður þá ekki gefa víti. Tók einhvern milliveg á þetta. Frábær sending af Pétri, en Francisco klúðrar layupinu. Francisco er búinn að vera svolítið vonlaus í þessum leik að klára kringum hringina, enda bara ennþá með 2 stig. Það er eins og sé loka á körfunni hjá hann. Fylkismenn eru kannski að drífa sig aðeins svo mikið í sókninni. Þeir þurfa ekkert að drífa sig. Og Fylkismenn líka komin með 3 villur. 3 villur á haus eftir 1,5 mínútu. Þröstur Leó, þjálfari Þórs, fær aðvörun fyrir mótmæli. Þá fer Kristján á línuna og Þórsarar eru komnir í bónus. Pétur er hérna ennþá inn á þáttur að spila 4 mínútur. Það er bara 4 seinustu mínútur. Ekki er ég reyndasti þjálfarinn, en mér finnst áhugavert að spila ekki einhverjum í 28 mínútur og svo spila hann svo 4 mínútur í röð hérna í 3. og 4. leikluta í þessum leik. Þá koma Eiríkur og Hákon inn. Hér er einmitt Smára og Péturs. 12 stiga munur hérna. Sjáum hvort að Fylkismenn reyna aðeins að róa þetta niður. Nei. Símon keyrir bara á þetta. Sækir körfuna. Hann ætlar að sýna hver hann er inn í 4. leikluta. Kom með 4 stig hérna. Mjög erfitt skot og hann setur það. Erfiðleikur stuðullum að þessu skoti var svakalegur með Tóta alveg í andlitan á sér. Það byrjaði að heyrast í stúkunni. Max var galopinn þrist. Klúðrar en Tóti var létt, frákast og 2 skot. Brotið á honum. Þá eru bæði lið komin í bónus. Eftir aðeins 2 mínútur og 20 sekúndur. Hérna er stúka Þórsara ekki sína skörpustu hliðar að segja að þetta hefði ekki verið fyrir skot. Endaði körfuboltaskólinn
á Akureyri ekki búin að standa sig nógu vel þessi síðustu ár. Dómaraskólinn er ekki kominn alveg þangað. Hann er bara henni í Reykjavík því miður. Eiríkur sækir hérna ódýra villu, Og það er en villu þó. Og það er kominn bónus. Veigar kom með 5 villir. Veigar er því útilokaður frá þessum leik. Hann setur bara annað víti. En þá er þetta 12 stiga leikur. Kalli keyrir, Finnur Símon í horninu. Símon klúðrar, Max fær frákastið. En stígur út af. Koma skiptingar frá fylgismönnum. Jason kemur fyrir Finn og Símon. Já, Finnur kemur fyrir Símon. Kristján. Ekki mun setja hingað til, hann setur hann núna. Ætlar Francisco að fara að mæta henni fjórðarleiklutan. Stúkan eða Þórsurum er farin að láta heyra í sér. Finnur langan þrist. Geigar að þessum. Francisco ætlar hérna bara að dribbla boltanum. Finnur Kristján. Hann bakkar niður hérna, en hann stígur út af. Við höldum áfram. Núna er þetta rosa líka mikið spurning þetta innbyrðis. Hann dæmir villuna og dæmir körfu góð! Það var góð. Núna held ég að Þórsarastúkan, hún er ekki sátt. Hún er ekki sátt með hennar dóm. En Árbæingar, iðnaðarmennirnir eru glaðir. Og það er fyrir öllu. Já, við viljum alltaf að fólki sem vinnur í þessu landi sé glatt. Tóti geigar af vítinu. Þetta er einmitt í 11 stigum núna. Núna veit ég ekki hvernig þetta virkar í fyrstu deildinni, hvort það sé, eða er jafnt innbyrðis, hvort það sé stig skorið yfir höfuð eða hvað, ég veit það ekki. Eða stiga mismunur í öllum leikjum. Já. Hérna er Finnbogi að setja sín fyrstu stig. En Orri setur strax tilbaka. Þórsarastúkan er ekki sátt, þeir vildi fá Villa og Tóta hana fyrir Óla Skrín. Þetta er að vera alvöru hiti hérna inni. Það er heitt hérna inni. En vá, vel klárað hjá Kristján. Yfir Tóta. Og ekki er það auðvelt, 2 metra maður. Tóti missir hérna bara boltan. En Max les stelur. þetta. Og fær villuna. Glæsilega gert hérna yfir Max. Spurning hvort hann hefði ekki getað fundið liðsfélaga sinn þannig, en hann fékk þó villu. Auðvitað setur hann þetta.
Hann klikkar. Þetta er sjaldséð sjón, en Max er einmitt í 50, 40, 90 klúbnum. Hann skjóta gríðarlega vel hérna í vetur. Og hefur enn ekki á þessu tímabili klúrað meira en 2 vítum í einu leik, svo hann ætti ekki að geta klúrað neinum öðrum vítum. Ef við horfum bara á það og hann varið skot og villa og það er bónus. Það er villa og bónus og hann fer bara beint á línuna og Finnur. Þetta er mjög mikilvægt hérna hjá Fylki. Finnur henni alltaf að hlusta á smá liðsfundinn. Bara smá. Það er bónus 2, þetta er bara þægileg svo fyrir Fylkismenn. Hann setur það. Hann setur bæði Clemens og 12 stigin. Öruggur á línunni. Jason hársbreytt frá stelunum, en Max náður frákastinu. Með Kristján að dekka sig. Finnur Jason, Svíburi, Finnur aftur Jason. Jason fer bara á hann. Þetta er bara cozy. Þetta er bara cozy. Kemur sem 99, 14 stöðmunur. Fylkir, þeim langar virkilega ekki að falla úr þessari deild. Eiríkur fara inn að villuna. Finnbogi og Eiríkur koma hérna út af. Páll Nóel kemur með 4 villuna sinna að koma inn á. Og Smári skiptir við skotmann líklega. Það finnst mér á að vera ákvörðun. Eiríkur búinn að vera flottur í kvöld. Smári ekki búinn að vera jafn góður. Hann hittur það seinna. Hann vildi greinilega fara út af. Hann virðist ekki sáttur með að vera tekinn út af. Hann kom samt sér í 2 stiga skoraði hann 10 stig. Finnur lappar fram hjá Smára og erfitt skot. Kissi þennan af glerinu. Fáralega vel klárað hjá honum. Áhugavert að Smári sé að koma inn á. Sérstaklega bara lappa fram hjá honum leið hann kemur inn á. Kristján stígur út af. Þessar línur eru erfiðar. Leiklega hjá Þórsurum. Enda er stemmingin hjá fylgismönnum og Þórsurum gríðarlegur munur. Það er létt yfir lautaferð, eins og Skáldi sagði. Það er mikið rétt. Þórsarar hérna eru flestir allir bara með hausinn niðri, þungabrúnir. Þjálfararnir sérstaklega. Að meina að Víkingur er bara léttur í lund. Léttur, ljúfur og kátur. Já. Enda er hann með orð Fylkis í huga. Gleði, virðing og metnaður. Hérna 15 stiga munur. Þegar 3,5 mínútur eru eftir. Fylkismenn þurfa eða vilja vinna með 11 stigum. Nei, meira en 11. 11 stigum í það minnsta. 11 stigum í það minnsta, ok. Svo 11 myndi sleppa til að fá innbyrðis. Þá þurftu þeir bara að vinna Breiðablik sem voru að tapandi Hamri, svo þeir eru kannski ekkert svakalegu rönni þessa dagana. Það getur allt gerst. Það var kannski til lítils að keppa í síðasta leiknum sem gæti komið sér vel. En svo vilja sumir náttúrulega koma á hlaupi inn í úrslitakeppnina. Já. En það er rauninni þeir gætu komið sér upp í 3. sem mér finnst Haukar eiga Skallagrim sénsleik, svo mér finnst það ólíklegt. Og þeir gætu duttið niður í hérna 5. sæti.
Bleikarnir. En við sjáum bara, klárum þennan leik fyrst áður en fyrir að hugsa það næsta. Það laukrétt. Erfið Finnur sending af reynir Finn. hérna erfiða sendingu. Francisco og Smári. Páll Nóel, erfitt skot, setur það. Hann búinn að vera gríðarlega hitinn á þessu tímabili. Að skjóta 37% frá línunni, frá þriggjastaðlínunni, sem alls ekki sjálfgefið í fyrstu deildinni. Þarna mjög augljós villa á hann Kristján, hleypur beint inn í hann. Klaufaleg villa. Villa númer 2 á hann Kristján. Þeir eru að segja að Tóti á línuna. Tóti eitthvað middur smá í öxlinni. Max reyndi að stela þessum vítum. Dómarinn leiði það ekki. Tóti klikkar að fyrra. Það mikið stress innan í höllinni. Hann setur seinna. Mikilvægt stig. Hún kemur þessi 102-89. Smári með boltan. Kristján. Hákon. Francisco. Ætla að finna hann á póstinum. Fylkir þrengir á honum. Páll aftur. Þetta af. Gott sjónarhorn fyrir okkur. Rétt. Rétt dómur. Þetta fer á Tóta. Tóti vill skoða þetta. Þeir hætta við, þeir vilja ekki skoða þetta. Páll Nóel með fade away mid-range. Þetta það sem fylgismenn vilja. En Góð innkoma hjá honum hérna í 4. leikluta. já, væri sniðugt bara að sækja á hann, koma honum út af. Já, hann með 4 villur. Og ekki sérstaklega góður í vörn heldur, eins og sást þarna. Þetta svo vel gert hjá Finni hérna. Smári með boltan, Finnur fer bara undir. Og Smári, hann setur þessi Klárar stig. þetta. Hann komið með sín 4 stig. Hann komið með sín 4 stig þá kvótinn kominn hjá honum Smára. Max kemur sér í vesen en fær boltan Sendir á aftur. sjálfan sig. Og Tóti setur þetta. Frábært spil af fylgismönnum. Mjög mikilvægt karfa hérna. Tóti komið með 19 stig. Það 13 stiga munur þegar 1,5 mínúti eftir. Kristján setur hann, þetta komið í 10 stig. Jafnir og innbyrðis sem núna. Finnur. Gríðarlega eðlilegt skot en karfan góð. Finnur ætlar að vinna þetta innbyrðis. Hann ætlar að vinna. Páll Nóel fyrir hér út af fyrir hann Axel. Axel búinn að vera flottur í þessum leik skil. Ekki af hverju hann var hérna út af. Finnur kominn í 26 stig. Hann og Max eru samtals með 60 stig. Það svakalegt. Setur vítið. Kemur þessi 13 stig, þetta var gríðarlega mikilvægt. Núna þurfa fylgismenn að fá stopp til að halda þessum innbyrðis. Þórsar var að leita að þristinum. Kristján, hann ætlar að taka þristinn. Hann ætlar að taka hann. Og hann Setur setur hann. Þristur númer 6 hjá honum í kvöld. Finnur, tekur þristinn. Hann setur hann! Rosalega mínútur hérna. Kemur þessi 1-2. Hann kominn í 32 stig. Það eru 50 sekundur eftir. Þórsarar þurfa að svara. Helst með þrista. Kristján missir boltan. Erfið sending. Erfið sending. Þeir missa boltan.
Smári. Axel með boltan. Þeir missi aftur boltan. Hann sparkar boltanum út af. Ég veit ekki yfir hverju hann er að kvarta. Tekur leikhlé. Þórsarar taka leikhlé. Rosalega mínútur hérna á Finni. Hann er að klára þennan innbyrðis einmitt núna. Nú er spurning hvað Þórsarar ætla að gera. Ætla þeir að reyna Mjög líklegt að að brjóta. Þeir reyna auðvitað að stela boltanum fyrst. Já, ég myndi búast við að þeir brjóti í kringum 15 sekúndur. Reyna að spila vörð þangað til í kringum svona 15 þá byrja þeir brjóta. Það getur verið hættulegt fyrir að leyfa Fylki að spila út skotklukkuna. Já. Þá eru bara 4 sekúndur eftir. Já, mér finnst það líklegt. Eitthvað svona kringum 15 og það muni þeir brjóta. Það muni örugglega spila brjálaða pressu hérna til að byrja innkastið. Þetta er henni í 13 stigunum. Þetta er búin að vera svakalega einstaklingsframmistöður í þessum leik. Finnur 32, Max 34, Kristján 36. 3 leikmenn í þessum leik með yfir 30 stig. Aðrir eru komnir með flottar innkomur eins og Tóti, búin að vera flottur í seinni hálfleik. Axel settu þetta 4 þrista í fyrir hálfleik. Já. En hefur lítið sést til hans hérna í seinni hálfleik. Fer fær boltan, Maxar boltan. Og ætlaði að brjóta, nei ekki Þeir ætla ekki að strax. brjóta strax. Erfið sending hérna. Næstu 8 sekúndur. Hann stígur út af. Fylkismenn stigu út af. Þetta er klaufalegt hjá Fylkismönnum. Og þeir fá hann á sínum helmingi, svo þetta eru 24 sekúndur. Á 20 sekúndur eftir á klukkunni. Þeir munu reyna þrist. Þórsarar eiga inn í leikhlé. Smári með boltan, hann er ekki að fara að skjóta þrist. Finnur brýtur. Hann ætlaði ekki að brjóta held ég. Ekki versta ákvörðun í heimi því að þá getur hann ekki fengið 3 stig. Hann gerði þetta ekki viljandi og Smári hitti fyrir 2 vítisinn. En við sjáum, hann er komið með kvóta sinn, 4 stigin. Það er ofta erfitt að komast yfir kvótan. En við sjáum Hann setur hann. með ís í æðunum. Kemur þessi 12. Setur þetta mikilvæga víti. Ætlar hann að reyna að klúðra. Nú er mikilvægt Hann að stíga út. Hann reynir að klúðra. Max nær fær frákastið og þeir Og þetta er dæma Fylkisbolti. En þeir ætla að skoða. Mér fannst þetta vera Þeir ætla að skoða þetta, sýnist mér. Það er erfitt að sjá þetta frá sjónarhorni vídeósins. Það er samt önnur myndavél, ég veit ekki hvort þeir eru með aðgang að henni. Þá gætu þeir séð þetta mun betur. Þeir eru að skoða þetta hér. Það verður áhugavert að sjá ef að Þórsarar fá boltan, hvort þeir reyna við tvist eða þrist. Já. Já, tvistur myndi jafna innbyrðis. Já. En Veit ekki, þeir hljóta að vera nú skarpari í reglunum hver vinnur eða er innbyrðis. þeir hljóta að vera búin að fara yfir það. Ég veit allavega að Víkingur og David Patsel eru búin að fara vel yfir það. Þetta er eitthvað svona leyni hjá þeim, þeir vilja ekki segja okkur. En svo gætu þeir farið í þristinn og þá er þetta Þeir eru með hina myndavélina. Má ég sjá. Óli Birgir segir þessi er okkar. Það eru ekki margir fróðar en þessi Óli Birgis. Mjög erfitt að sjá þetta. Ég sé hérna niður á skjáinn hjá dómarunum. Það er rosalega erfitt að sjá þetta. Ég held að þetta verði þannig að þeir dæmi Fylkisbolti út að það er ekki nógu
mikið sem þeir geta sagt að breyta ákvörðunni. Þeir sjá þetta ekki nógu vel til að breyta ákvörðunni svo ég heldur muni dæma Fylkisboltann. Fylkisbekkur er svona aðeins eitthvað að segja okkar og þeir eru að reyna að skoða þetta hérna í super duper slow motion. Ég held þeir muni ekki ná alvöru ákvörðun svo ég held þeir muni dæma Fylkisbolta alveg eins og þeir gerðu fyrst. Ég held þeir myndi þá brjóta. Það verður flott það var reyna líklega Fylkismenn að fá boltan á Max eða Finn til að setja vítinn. Þeir dæma Fylkisbolta. Fylkisbolti. Nú þurfa Þórsarar að brjóta, þannig að það er spurning hver á að fá boltan hjá Fylki. Þeir vilja væntanlega ekki að Max fái boltan, Þórsarar. Það er Tóti. Tóti fær boltan, hann sendir fram. Jason fær inn í horninu. Ef ég er að finna myndi ég bara skjóta núna. Skjóta, láta tíma renna út. 3 sekúndur. Þetta var risky sending hjá Tóta, en þetta virkaði. Þetta heppnaðist. Ef ég hef verið Max þannig, það hefði bara skotið frá miðjunni. Kláraði þetta bara. Bara að leyfa tímanum að renna út. En Max, hann vill fá stiginn. Hann vill stiginn. Hann er líka búinn að klúra sína eina víti í kvöld. Svo hann er að fara að setja þessi bæði. Þósarar allar reyna að gera þetta þessu. Háskólinn Bandaríkjanna með 4 menni inn í vítum. Dómarinn leyfa það því miður ekki. Herðu, hann klikkaði. Klúra viljandi, seinna Þá vitinu. geta þeir sett Krist. Klúra! Neglir sem þýðir að Fylkismenn hafa séns í seinasta leiknum sínum að vinna. Vinna glæsilega sigurinn á Þórsurum. 113-100. Núna einn leikur eftir og eins og sem ég segja, this one is for all the marbles. Er það útileikur? Næsti leikur útileikur, hér ætlum við að finna það út. Það er útileikur svo þetta er senn skiptis á þessu tímabili sem þið heyrir frá mér, Magnúsi og Eirík. Því miður náði Eiríkur ekki að vera með okkur hérna í kvöld en ég ætla bara að segja takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir Fylkir. Takk fyrir Fylkir.